Verk hafa verið skrifuð mannlífið inn til heiða. Nægir að nefna sjálfstætt fólk Halldórs Laxness, Heiðaharm Gunnars Gunnarssonar og Höll og heiðarbílið eftir Jón Trausta. Auðun H. Einarsson, smiður og kennari í Reykjavík, er ættaður að austan og hefur ódrepandi áhuga á fortíðinni eins og svo margir Íslendingar, en ekki bara ættartölum og kveðskap, heldur á því hvernig venjulegt fólk lifði og starfaði og hvernig það bjó. Það er reyndar hægt að fara á byggðasöfn víða landið, en þau eru flest í blómlegum sveitum. Hvernig bjó alþýðamanna inn í afdölum og upp á heiðum? Við skulum fylgjast með honum inn í fortíðina, að láta drauminn rætast að sjá heiðarbíli rísa á rústum. Á leiðinni í Jökuldalsheiðina er komið við á brú á Jökuldal, sem er langt inn í landi, langt frá Kaupstað. En Auðun Einarsson hefur oft skoðað hálffallinn bæinn þar, eins og reyndar flestar rústir á Austurlandi. Byggingarlagið á bænum á brú á Jökuldal, það er þannig að annarkvort eru hornin alveg vinkilrétt og hlaðin að þeim vegg sem fyrir er, sem tengjast í raun ekki við hann, eða þá eru rúmmuð. Hérna sjáum við svo það sem alltaf var gert við íslenska torfbæinn, að þar sem að þakið lagðist út á vegginn, að þar voru settar stórar hellur, þannig að vegglægjurnar frá þaki og yfir á vegginn, að vegglægjurnar hvíldu á stórum steinum þannig að þeir fengi stórt viðnám. Veðurfar var hlýnandi á landinu fyrir 150 árum, en engin nýsköpun hafin í atvinnumálum og Ameríkuferðir ekki hafnar. Það var árið 1843 að Sigurður Einarsson frá Brú og Kristrún Bjarnadóttir kona hans leituðu sér að jarðnæði inn í heiðina. Flest urðu bílinn í Jökuldalsheiðinni 16 talsins. Ungu hjónin stefndu norður að Sænutavatni og reistu þar bú sitt og kölluðu Sænutasel. Þar var búið samfleitt næstu 100 árin. Já, í raun þá hef ég lengi haft mikinn áhuga á því hvernig menn hafa lifað í þessu landi í það minnst á þessar öld. Og í raun þá finnst mér þessi saga hafa týnst hvernig menn lifðu í heiðunum. Við erum komnir í liðlega 400 metra hæð. Og til dæmis í þessari sveit hérna, Jökuldalsheiðinni, þá var aldrei steypt svo mikið sem úr einum sementspoka. Og eina verkfæri sem hingað kom sem að getur flokkast undir nútíma, það var hestakjarra sem Guðjón Gíslason í Heiðarseli smíðaði þegar hann var hjá Torfa Jólasdal í búnaðarskólanum þar. En nú þarf Auðun talsverðan undirbúning. Það er ekki hægt að drífa sig bara upp á heiði og vaða þar að næstu tóft. Þú hefur undirbúið þetta lengi. Hvernig fer svoleiðis undirbúningu fram? Já, það má nú segja að það hefur nú blundað svona meir í huganum heldur en hinn beina framkvæmd, en maður getur sagt að eins og bærinn stendur í dag, þegar þessir bæir fóru í eyði, þá var ævinlega haft uppboð á timbrinu sem í þeim var, torfinu velt af þekjum og timbrið selt og eftir stendur bara tóttinn. Og við sjáum að veðrið hefur unnið þannig á henni gegnum síðan 1943 að í þessi 40 ára að hún er orðin illa farin og þetta er orðnar svona hálfgerðar rústir. En þetta efni má allt nota og endurhlaða upp, til dæmis grjótið, og það má nýta torfið í veggleiðslur. Það er mjög pressað og þægilegt, og síðan þarf að skera nýtt húsatorf sem verður skorið upp hérna í mýrunum í kring. En svo er mest vinnan við að náttúrulega smíða nýjar grindur sem halda upp í þekjunum. Og nú er eftir að fá þá bræður Eyþór, Sigurjón og Skúla til þess að segja fyrir hvernig þökin voru, þannig að þetta verði sem næst því eins og bærinn var meðan hér var búið, þannig að hann sé sem næst því sem bærinn var. Hefurðu rannsakað verklagið, beinlínis húsasmíða tækni þess tíma þegar svona bæir voru byggðir? Já, ég hef nú komið á svona
tóttum hlýstaðar þessum og teiknaði svona eitthvað 40 bæi. Sú aðferð nú oftast notuð að byggja bæ sem grafinn inn í hól, þannig að það reisilega busta framann eða stafn, en svo þegar maður kemur bak við hann þá það bara risistendur upp úr. Þannig að þá tóku menn efnið úr tóttinni og hlóðu því upp í veggina. En hér þá hefur við þurft að draga grjótið að á grjótsleðum og torfið hefur nú sennilega verið rist hérna í nágrenni, það nú mjög, þó hafa menn kannski ekki tímt að rista það því að menn reistu bæinn þar sem besta graslendið var. Maður sér að bæir eru reistir þar sem að túnin eru. En graslendið í kringum heiðabæina hér, það ekki stærri en það, að það var vel við það unað ef að heyið af balanum í kringum bæinn að dugði handa kúnni. Hvernig Auðun ætlarðu að fara að þessu? Hvernig hugsar þér þetta endurreisnarstarf? Ef að verður sólskin á morgun, hvað ætlarðu að gera? Já, nú bara hinn eini sanni bjarti dagur að renna upp. Ég nánast nú komin í dálítið slæmt mál því að þetta hefur nú verið svona draumur sem að maður hefur svona haft sem hugarfóstur. Svo eftir að þeir jökuldælingar fengu áhuga á því að gera þetta veruleika þá maður komin í þennan vanda að standa við að gera þetta veruleika og stuðla því. En nú kemur Arnór Benediktsson með sitt æskufólk. Það sem sagt skólaæska sem í skólum og vetrum. Þau ætla að koma hérna og vinna í því að skera torf og hlaða veggi og svo vonum við að það geti orðið svona innan við 3 vikur að húsin verða einhverju öllu lítið risin eins og þau voru. Þannig að maður geti séð hvernig híbýli þeirra voru sem að hér bjuggu og þessi híbýli eru í eðli sínu ekki frábrugðin því sem að hefur sjálfsagt verið aldir. Og hinn eini sanni bjarti dagur var runnin upp og eldsnemmi morguninn voru jökuldælingar mættir og réðust á gróna tóftina. Koma strákar! Helvítis hundurinn, hann fór ekki nógu langt. Þetta er vel pressað. Já. Svo standa. Fyrsta stungan í gömlu bæjargöngin. Hörðu, látum við hafa dálítið þykjant hérna. Sveinn Einarsson, hleðslumestari frá Hrjóti, tekinn við stjórn hleðslunar og hefur fengið sem aðstoðarmann ungan bónd á Eiríksstöðum á Jökuldal, Pál Benediktsson. Þetta eru bæjardyrnar, hér einhvers staðar gólfið. Nú, þar kemur þröskuldurinn. Hérna hann nú illa fúinn. Hér stóð Eyþór forðum bæjardyrum. 50 ár síðan þessar dyr voru lagðar sem hér voru yfir. Takk að það hleðslunni hérna. Hérna. Já. Meira hana. Víða landið hafa símastaurar lifað sitt fegursta. Þeir þjónuðu reyndar aldrei þessari sveit, byggðinni í Jökuldalsheiðinni. En nú komið að þeim að ganga í samband við torf og grjót í endurreistum bænum á Sænautarseli. Hér beitt skjótvirkari flutningsmáta þegar viður var fluttur margar dagleiðir á hestum frá Vopnafirði. Og borðin voru farin að eyðast í endan af núningi við urð og grjót. Börn af Jökuldal koma hlauphand og skólabílnum sínum eins og lömb á vori. Stærri strákar eru þegar teknir til óspilltra málanna við að moka úr tóftunum, moldin á að fara í nýja veggi
en ýmsu gömlu dóti er safnað saman. Þótt talað sé að byggja bæinn nákvæmlega eins og hann var, þá verður auðvitað hver steinn og sér hver hnaus ekki nákvæmlega eins og ekki á nákvæmlega sama stað. Allt grjót í tóftunum er notað, en það þarf að fá nokkra steina í viðbót og þá finnur Auðunn í fjárhústóft skammt frá bænum og mikið þing eru hjólbörur. Ekkert hik er á Sveini Einarssyni þrátt fyrir árin 82 og þótt ekki sé komið fram á hádegi er hann byrjar að hlaða vegginn sem snýr fram á hlaðið. En veggir verði ekki byggður úr grjóti einu saman. Reyndar fara hlutföllin eftir aðstæðum og landgæðum á hverjum stað, en strenginn þarf að rista. Auðunn er farin að undirbúa timburgrindina og veit nákvæmlega hvar hver stoð hefur verið. En hvað leynist í gamla eldhúsgólfinu? Þetta gæti verið bara eldra gólf. Það er sko skán hérna undir sem er öskulag. Því að það torgólfin voru vel fram yfir aldamót og þá voru þau höfð alveg slétt og þau voru stenguð eða vökvuð. Svo stráði fólkið ösku yfir á kvöldið. Konurnar gerðu það yfirlega. Hvernig með þetta? Hérna. Þessu. Þetta er nú laglega með biti, held ég. Helvíti stjöfur. Hleðslumeistarinn frá Hrjóti í Hjaltastaðaþinghá er kominn með vegginn sem snýr fram að hlaðin í brjósthæð. Hér er snikkað og sniðið af mikilli nákvæmni með torfljánum. Aðstofamaðurinn hlýðir fyrir skipunum og réttir honum hæfilegar stærðir. Moldin er þrýst niður á milli. En heitir þetta sem hann er að gera eitthvað sérstakt? Já, þetta. Já, Þetta er gamall skógur. ég er svo aldeilis. Þetta verður Auðunn að skoða. Hvað gerum við svona grjót sem liggur bara? Og hvað er væginn? Auðunn skógun sem að... Hann er verið notaður á jólunum þessi. Já, heyrðu þetta er... Þetta er jólaskór. Já, þetta, maður kallar þetta nú að skera vegginn. Bara þetta. Já, já. Þetta er kallaði strengur. Þetta er strengur, já. Er einhver... Við getum komið hérna. Var eitthvað sérstakt verklag við eða byggingar aðferð hér í heiðinni? Var einhver sérstök aðferð hérna í heiðinni við að byggja bæi? Það held ég ekki. Það var bara ein sérstök aðferð sem hefur gilt hér og alls þar annar staðar. En það er að byggja úr efninu sem er á staðnum. Það er ekkert sótt, sko. Þetta er yfirleitt og þá má sjá það hérna. Hnausaflögin eru hérna bara við, það hefur verið bara stungið við vegg. Þegar veggurinn bilar, þá er stungið bara við vegg og hnausinn setja bara upp í vegginn. Þetta er svo einfalt. Það er yfirleitt ekkert efni flutt. Það er bara einstakt. Og það allt saman byggist allt á því. Að efni sé bara hægt að taka það bara upp úr tóttunum og við vegg. Er gott byggingarefni hér í kringum Sænautarsel? Já, ég hugsa það. Miklu betur en ég bjóst við. Ýmsir búslutir sem notaðir voru á bænum koma í ljós þegar stóru strákarnir grafa í gólfið í eldhúsinu sem var undir baðstofunni og litlu krakkarnir raða brotunum saman og setja sig í stellingar fornleifafræðinga. Auðunn er aldrei svo upptekin við smíðarnar að ekki sé tími til að fræða ungdóminn. Hvað getur ímyndaðir? Þetta er nokkuð að svipu eða eitthvað? Þetta er sennilega svipuhólkur. Já. Það er á endanum á svipunni. Til hvers að svipan notuð? Til að slá. Hvað, strákana þá eða? Nei.
Hverja? Dýr og hesta. Já, já. Og til hvers var hún slegið með svipun í hestana? Til þess að hafa til að fara hratt. Já, já, flýta sér. Já. Nei, heyrðu mig, fannst þú þetta? Já. Og hvað er þetta? Þetta eru leðurskór. Þeir eru sennilega danskir þessir. Þetta eru spariskór. Hver heldur hafa átt hann? Vili. Þeir eru örugglega meira en 50 ára gamlir. En skildu krakkarnir hafa einhver tengslu þennan stað? Nei, ég afi með bjóðin. Bjó afi þín hérna? Já, hann stjúpaði. Já. Hvað hétt hann? Eyþór Guðmundsson. Já. Er það drengurinn sem er til mynd á honum þar sem hann stendur hérna fyrir utan með hund? Já, það er hann. Já. Hefur hann sagt þér stundum eitthvað frá lífinu hérna? Nei, reyndar ekki. Ég er að hugsa að byrja upp tíma að segja mér eitthvað frá. Já. Getur þú hugsað þér að eiga heima svona langt upp í heiði? Nei. Af hverju ekki? Það er oft svo kallt og þú veit ekki langa að eiga heim í Torfbæ, heldur. Ekki? Nei. Líst þér ekkert á þetta hús? Jú. Ég get alveg hugsað með það svona aðeins. Ekki er öll störfin létt þótt hjólið hafi verið fundið upp í Jökuldalsheiðinni. Vegginn þarf að gera þéttan, troða moldina niður og hvers vegna ekki með berum fótunum á júlídegi. Þessi hugmynd kviknaði nú fyrir svona 2 árum fyrst og svo var þetta ákveðið nú fyrir stuttu að nú skildum við ganga til verks og þá að hafa krakkana með okkur því að við höfum verið með svona krakka í unglingavinnu og það hefur stundum verið lítið fyrir þau að gera. Er svo komið í sveitum að börn hafi ekki næg verkefni yfir sumarið? Já, það er nú í svoleiðis því að þetta var nú ekki því að það í sveitum var alltaf nóg að gera og oftast nær er það en það eru tímabil sem að krakkarnir hafa ekkert að gera og þetta er orðið svo að það er víða á bæjum ekki orðin nema starf fyrir einn aðila að búskap. Það er búið að draga svo saman við það og þá er það krakkarnir sem verða út undan og hafa ekkert að gera og þá er þetta einn liður í því að reyna að kenna þeim að vinna. Þá förum við 1 á 20 með það. Sigurinn er nú langur. Við verðum að miða við hann. Þetta er það í sundu. Hérna sjáum við húaörnuna hvernig hún virkar inn í viðinn. Þetta er kjarninn, miðjan. Svo getur þið talið. Þegar þið fyrir annarkvæm líka og sjáum hvað tréð er gamalt. Tekið að halla í Jökuldalsheiðinni þennan fyrsta dag júlímánaðar, fyrsta daginn sem endurreisn Sæmundarsels stendur. Framveggur er risinn,
og grind í eldhús og baðstofa að fæðast. Reyndar eru engar nákvæmar vinnutekningar til, nema uppdrættir Auðunar og þekking hans og Sveins Einarssonar og Hljóti á öllum hlutföllum, öllum aðferðum sem giltu við byggingu híbýla forfeðra okkar, torfbæjanna. Nákvæmlega 3 vikum seinna erum við að ferð með myndavélina og þá er næstum hægt að taka hús á Auðunni, Sveini og Arnóri með úlingana. Það er nýr morgun, fleiri símastöðrar streyma að og þá verður að vinna með einhverjum ráðum og við verðum vitni að mestu vélvæðingunni í heiðinni, dráttarvél sem drífur sög. Þessi hljóð fari í eyrun á fólki, enda hefur Arnór oddviti eyrnahlífar og hljóðin stinga óneitanlega mjög í stúf við kyrrð heiðarinnar. Allir veggir eru upphlaðnir og hægt að ganga inn bæjargöngin og nú gefst sjaldfengið færi á að skoða innviði torfbæjar, timburgrindina í dagsljósi. Þetta hott hérna, þetta er nú gott dæmi hvernig við byggðum fyrr á öldum því að víkingar þeir felldu svona saman, það er tappi hérna onni og þetta eru nánast notuð heiltré sem falla hvert að öðru og standa svona saman frá sperruhorninu og upp í Mæniás án þess að vera negld. Þau bara hvíla á þunga sínum í grúpinni sem að heldur þeim uppi. Við kallum þetta nú víkingasalinn hérna svona til gamans því að þetta er byggingalag frá víkingöld. Hvað heldum við þessari aðferð lengi? Þessi aðferð hefur sennilega varðveist víða í byggingum á Íslandi við sjóinn, þar sem að reki var. Og þar eru hús vel viðuð, þar sem rekafjörur voru. Og til dæmis í Skaftafelli þar var hlaða og þegar arkitektaskólinn í Kaupmannahöfn og Árósum voru með rannsókn hér fyrir rúmum áratug, þá var einmitt hlaða sem var svona reist og það var nú fleira í henni líka. Og þeir sögðu í textanum að hún væri byggð með járnaldar byggingarlagi. Þannig að það hefur verið varðveitt hér mann fram að manni. Hvernig sem það barst hingað en var alltaf endurnýjuð eins úr hlaða frá einni öld til annarar. En hér í Jökuldalsheiðinni? Hér voru hús ákaflega takmarkað viðu því að það var 2 daga leið að sækja viðinn. Það var 3 daga leið eða var þungur dráttur og menn höfði slítinn við í húsum eins og mögulegt var að komast af með. Þannig að ég hygg að menn hefðu kannski notað í alla þennan bæefni eins og við notum í kannski rúmlega ganginn einan núna vegna þess að við erum óhófsmenn og spörum ekki efnið. Rísið er stórgerðar en svo að nokkuð líkindi séu til að slíkt vaxi hér í heiðinni, enda er þetta kvisturættar úr Hallormsstað. Sá sem raðar kvistunum yfir raftana er Hallgrímur Helgason, bóndi á Þorbrandstöðum í Vopnafirði, vanur viðhaldi á Bustafellsbænum. En á hvaða árstíma byggðu menn bæina hér áður fyrr? Já, það er ákveðin tími sem bæir eru byggðir á. Og það er tíminn frá því að mennur voru lausir frá, sem sagt lausir við fé, búið að rýja, þvo upp og koma í kaupstað. Og þá er það tíminn og fram að sletti. Og þá á þessum tímum var það að byggja bæina. Hann var afmarkaður, þetta verður búið að byggja fyrir slátt, svo fólk getur verið í bæðunum. Ég var sett getum það að fólk flutti í fjárhús kannski til bráðabirgða og á meðan þeir var að byggja og ég var sett getum að það kláraðist ekki þannig að það var að vera út til hausins. Menn hljótanum að hafa hjálpast að þá við að byggja það? Já, það var nú það. Það voru náttúrulega, það þurfti allir eiginlega að fá hjálp. Það þurfti að fá oft menn í veggina til að hlaða og svo þurfti smiði. Það var ekki almenningur, það var þurfti hvoru tveggja, það þurfti bæði að fá smiðu og
menn hlóðu ekki yfirleitt sjálfur. Meiningin að klæða þetta af og torfið utan og svo einangrun og svo koma þiljur hérna í nótina. Ertu alveg að verða búin að hólfa þig inni, byggja yfir þig Auðun? Það má segja það. Nú er eftir að leggja torfið á þekjuna og hérna þá fer þetta að vera þjóðlegt. Já. Svo er bara að bíða til að grasið verði grænt á þekjunum og þá fer bærinn að vera eðlilegur þegar að koma ljós í gluggana. Við látum að vísu vera opna gluggana nokkra daga svona til að lofta þá. En það er að þorna. Verða komið ljós í glugga í haust? Við vonum það, já. Börnin hafa svo gaman að vera hérna í oss að þau gefur það ekki eftir að koma hér og hafa nesti með sér og vera hér eitthvað. En hvað finnst þér þetta? Ertu ánægð með starfið? Já, ég er ánægður langt fram með vonir en ég er nú svo eini sem heldur á eftir með mitt verk. Ég var eiginlega viku í torfskurði og svona þannig að þá var öllu fresta sem að beðið tréverksins og svoleiðis að ég er í hálfgerðu skömm með þetta. Það er eitthvað sem hefur komið þér sérstaklega óvart? Já, það kom mér óvart hvað bærinn var stór, hvað öll hús í bænum voru raunverulega stór og hér hefði eflaust verið húsækinni til þess að byggja 20 manns ef að bærinn hefði verið einu stafgólfi lengra eða einu rúmi lengra. En hins vegar er með alla þessa bæi að það er fyrst reist íveruhús fólksins og svo er byggt eitt hús við á ári jafnvel þannig að menn er alltaf að byggja við vegna fjölgunar. Var þetta meðalbær? Já, þetta hefur verið vel yfir meðalbæ. Vel yfir meðalbæ. Finnst þér ekkert skrítið að hugsa til þess að hér inn á þessu baðstofulofti að í þessari baðstofu hafi búið 7-8 manns? Já, það er svona 8-9 manns á þessari öld á 14 fermetrum. Það er 2 fermetrar á mannin og það er eiginlega ótrúlegt og ég held að margir nútímamenn myndu undrast mjög. Þú ætlar að gera alveg svan. Það var það sko það. Veltu þér, ég skal gera. Gerðum við rökunni. Þig og Ofan á hrísið sem við sáum áðan er lagt svo kallað nærþak sem er þurrkað torf. Grasið er látið snúinn. Hrísið gegnir því hlutverki að láta lofta á milli torfs og rafta svo þeir fún ekki. Síðan er moldað. Sett nokkuð þykkt lag á mold ofan á nærþakið áður en þakið er með efri torfunni. Þekjan á helst að vera fet á þykkt. Moldin á milli á að taka við raka í úrkomu og að halda honum í þurrkað tíð þannig að þekjan sviðni ekki eða brenni í sólinni. Í torfbænum er loftræsting nauðsynleg til að verjast sagga og fúa. Torfunum þarf að raða mjög þétt og nákvæmlega og hér er þekjan skraddara saumuð í kringum loftræstingar strompinn. En þeir sem fæddust hérna, gætu þeir hugsað sér að búa hér aftur? Nei, það held ég varla. Eða það er eitthvað nýtt að koma til þá, sko. Þetta eru svo breyttir þjóðfélagshættir að ég held að það er aldrei hægt að tala búskap hér. En gista svona eina nótt? Já, það er mjög fínt, held ég.
Já, það gæti ég. Skúli er sonur Guðmundar Guðmundssonar, síðasta bóndans í Sænutarselli og þess sem manna lengst bjó á bænum. Og í heiðarkyrrðan á þessum júlídegi er eldri bróðir Skúla, Sigurjón mættur, en hann býr á Eiríksstöðum á Jökuldal. Við draugum hann út úr skarkalanum og spyrjum hann hvernig honum lítist á framkvæmdir. Það er alveg hreint ævintýralegt að sjá þetta geti gerst svona á svona stuttum tíma. Því að þannig er ég alveg viss það þegar upphaflega fólki var að byggja hér að það tók jafnvel mörg ár að byggja þessum bæ til fulls. En núna rís þetta bara nokkrum vikum. En hafðir þú á tilfinningunum þegar þú varst krakki hér að alast upp að þetta væri afskekt, þetta væri afdala byggð? Ég er ekki viss maður hefði neitt hugsað út í það. Ég held að allir okkur hafi ekki fundist þetta bara eiginlega sjálfsögð tilveru. Var þetta aldrei félagslíf hér á heiðinni? Já, það var svona eins og ég var að tala um á. Það var farið svona milli bæja og fólk talaði saman og var ákaflega gott sambýli á milli bæja hér í heiðinni. Menn að farið í heimsóknir og veturna hérna? Já. Hvað gerðu menn? Mér fór í heimsókn á veturna og hvað gerðu menn? Drukku kaffi eða hvað? Já, drukku kaffi og töluðu saman. Ekki það. Sungi? Og kannski spila á sömu bæi. Ef var farið niður á dal til dæmis, þá var spilað stund. Og sungið, já, og það var leikið fyrir okkur orgel þegar við komum svona. Það var sungið. Sumt fólkið var söngels. En hver var ástæðan fyrir því að menn hættu búskap hérna? Já, ég held að það hafi nú örugglega verið fyrir það að fyrirvinnan var orðið fullorðið til þess að vera hérna. Ég held að það hafi verið fyrir það. Upphaflega menn fóru að hætta þessu. Fyrir það. Þegar börn voru kannski öll farin og að fara þó 1-2 verið ennþá heima, sko. Enginn vilja taka við? Nei, en nú líka, ég alls ekki ábyggilega. Matur! Matur! Lilja Óladóttir í Merki á Jökuldal hefur tekið að sér matseldi vinnuskúr handan við lækinn. Er nóg að éta? Það vona ég. Er það þessi? Nei, þetta er allt og mikið. Já, allt og mikið. Það voru þessi hér bara. Það held ég bara. Og jafnvel þessi. Nei. Nú, Það var nýjudýr. ég held það. Getur þú grænmeti Það er svo? alveg blöskur. Aldrei nokkuð tíma svo leiðis. Já, svo er allt eftir sjáist. Ef fjallalampið er einhvers staðar eðlilegur hluti á tilverunni, þá er það í þessu samfélagi ungra og aldinna sem hafa lagt hart að sér allan daginn við torf og grjót. En von okkar sjónvarpsmannum að fá að mynda bæinn í heiðinni fullbúinn brást. Við verðum að koma 3. ferðina, en sú ferð verður að bíða haustsins. Við komum aftur í heimsókn í nóvember og komum þá að fullbyggðum bæ hið ytra að minnstakosti, en hvað kostaði ævintýrið? Miðað við það sem hefur verið lagt í það, unglingavinnan hérna í sveitinni, hún er svona um 3.000 krónur á íbúa. Mér sýnst hún hafi verið það, hún er heldur meiri í ár heldur en hún var í fyrra og þetta er líka miklu lengri tími. Annar kostnaður er svona ég hugsa hann verði svona 800.000. Og þá er inn í því allt það efni sem búið er að kaupa. Þar sem ríkur og stromp er eldur inni, en hverju er brennt? Við höfum bara saurað það til að brenna manni þegar ég var krakki og það var á flestum bæjum. Og maður var alltaf að trúi vélina öðru hverju allan daginn
og moka esku frá. Var þetta eina kyndingin í húsinu? Já, þar sem að þannig að til að voru gjafnað bara rörið var upp gólfið og ílaði upp að það baðstofan. Og það var á mörgum bæjum ekki annað hitunartæki. Og víða var nú kallið sem var bauðmætlega. Var eldurinn þá falinn eða hvernig var? Já, það var falið, sko. Það var settur þykkt taðskan ofan á og einist fram í eld og flóðeldar sem eða bara í vélinni. Og svo tekið upp á morgni og það var fljótt gert að hita vatna á morgni og búið til kaffið. Var líf húsmóðurinnar, var það í kringum kaffisuna, vestulan daginn? Já, það var alltaf mikið og svona búið til mat og mjólkinni, það fólk hafði nú kýr og það var búið til og annars hafði fólk í heiðinni kannski ekki svo nema eina kú, þar sem ekki voru bara margir heimili. En já, hún gerði náttúrulega margt fleira því að það voru börn á heimilum og það gerði þeirra og svo vinna líka úr ullinni. Það var unnið allt heima í föt og plögg, nærföt, fatnaði plögg og... Þar sem eldstæði þar hægt að halda heimili og þótt ekki sé búið að þylja allt eldhúsið að innan getur Lilja í merki soðið feitt og girnilegt saltkjötið sem engir kunna betur að hantera en jökuldælingar. Reyndar hefur slíkur munaður ekki verið hafður hönd alla daga á heiðarbílunum til forna. Dagmar litla Ír enn að skottast í kringum þá sem smíða og kringum eldavélina. Hún ætlar að fylgja ævintýrun í heiðinni eftir. En hvernig líst henni á húsið eins og það núna? Mjög vel bara. Getur þú þeirra búið í? Já, kannski, það er eins svona. En heldur það sé ekki alltaf langt að hitta aðra krakka? Jú, maður hitti það náttúrulega kannski í skólanum. Maður hitti það þar. En hvernig kemurðu í skóla? Ég veit það ekki. Vélsleða kannski? Já, maður ætti hann. Heldur þú þyrftir að sofa hérna ein? Nei, ekki ein. Hvað myndi gerast? Ekki neitt náttúrulega, bara ekkert gaman að sofa ein. Það er svo mikið. Það er ekkert gaman bara, það er náttúrulega eiginlega hræddur. Hræddur í hvað? Já, það veit maður ekkert. Það er bara einhvern veginn bara, kannski ef einhver allt í hún myndi koma eða maður er bara einhvern veginn svo vont að vera einn í svona húsi þar sem maður þekkir sig ekki mikið. Þannig það væri alveg sama þó að húsið væri í miðri borg? Já, það finnst mér. Þú ert ekkert hrædd við drauga þetta? Nei. Heldur þú séu til? Nei. Nú orðið mun drungalegra í bæjargöngunum en í sumar þegar þekjan var opin. Við skulum hitta Sigurjón sem ólst hér upp fram að fermingu og heyra frá honum hvernig var að búa hér í heiðinni. Það var nú erfitt. Ef maður miðað við nútíma búskap þá held ég að þetta hafi nú verið erfitt. Heyja með hrífu og orfi. Og útjörð aðalega sem var reitínsett, flóar og gráviðarlauf. Hörð veður á veturna? Já. Og svo skaraviður og ýmislegt sem voru mjög vant. Og erfitt að komast þegar vorum að fara í skóla, ég myndi því að það var svo erfitt að maður var alveg steginn uppgefið þegar maður kom sloktið niður á dal. Hvað var skólinn? Já, það var bara bæjum þá, farskólinn. En var farskólinn aldrei hér upp á heiðinni? Nei, það var ekki hér. Ekki eftir að ég fór mér skoðast að vera í skóla. Minn nú hálfvegis verið einhvern tíu að farskóla og heiða sig. Eitt vetur. Var algengt Sigurjón að gesti bæri hér að garði? Það var oft. Var það pósturinn þá? Já, pósturinn, hann kom hérna sérstaklega eftir Rangáló fór í eyði, annars var póstleiðin var á Rangáló. En eftir Rangáló fór í eyði þá var ekki gista hér stundum. Eða vel póstur. Ég menn þetta var aðeins. Já. Og svo komu bara oft gestir hérna svona. Ég man til dæmis eftir það gistu hérna eins og 9 eða 10 mann, líklega 10 manns. Skólapiltar sem voru að fara í hóla. Það var verið þröngt. Já, strandaði bílinn með þá hérna á Löngulíð sem kallaði þeir. Niður að koma snjór, snemma. Já, þá var nú þröngt. Þá var bara
þeir sváfu allir niður á eldhúsgólfinu niðri, það var bara sett undir þá eitthvað þar til þess að gætu verið þar. Á sumrin þá var borðaður sílungur, ekki satt? Jú, jú. Það var nú leiði ekki hans svo sem hann borðar alltaf. Var hann flesta daga? Já, oftast eitthvað í annað málinu, sko. Já. En hvernig veitu sílungin? Við höfum net. Og þau voru nú svona heimariðuð og veitist nú frekar illa í þau. Sko. Ég mani því það var alveg bylting á veiði þegar maður fór að fá net sko annar stað frá. Sko. Allir aðdrættir hljóta hann að verið erfiðir? Þeir voru mjög erfiðir. Bæði vegna þess að það var nú verið að reyna að fara í eina kaupstaðarferð á vetundar af hest og sliða, til dæmis út í Vopnafjörð, þú veist nú hvernig það er nú ekki smá spölur út í Vopnafjörð. Og þetta var svo mikil ófærð, alltaf í snjó yfir, lengi, framvindum. Og allt flutt á hestum lengi vel? Já, já, og svo var bara lestaferðar og þetta var klakkað, varan. Vopnafjörður hefur verið verslunarstaðurinn? Já, það var lengi vel, sko. Svo var ég man eftir svona eftir að koma fram til 1940 og þá kom vegunni hérna og þá var farið að versla við Reyðar. Það er svalt í tómum gripphúsunum, en nýja þekkjan hefur hvergi gefið sig, hefur hvergi komist inn snjór. Í þiljaðri baðstofunni er hlýtt og þar situr Auðun H. Einarsson, kennari, með sínu fólki, hefur draumur hans ræst. Já, ég held það að fortíðin vekur alltaf spurnir og þessir bæir eru eiginlega týndir svona úr hug manna, þannig að það er mjög lærdómsríkt að gangi gegnum hann, bara þó ekki sé nema 1 í það 10 mínútum. Og lærdómsríkt að smíðan? Það var mjög skemmtilegt og mikil upplifun að sérstaklega vera með fólki frá 6 ára aldur og upp í 82 og það var ekkert kynslóðabið. Það var ákvæmlega skemmtilegt. Segðu mér, átti Bjartur í sumarhúsum, átti hann heim í svona baðstofu? Það er mjög líklegt en sjálfsagt er Bjartur búinn eða skapaður úr 100 eða 150 persónum. En hins vegar kom Laxness hér og svaf hér eina nótt víst þegar að hann kom frá 3 mánaða veru hjá Bjarnalækni á Brekku sem hafði verið í menntaskólanleigu hann, heimsótti hann og var þar að vinna í einhverju ritverki og menn hafa stundum sagt að það hefði nú verið kveikjað því í sjálfstætt fólk að hluta. Í bókinni Dagleið á fjöllum segir Halldór Laxness frá því hann eyddi skammdegisnótt í baðstofunni á Sænautarseli. Við sátum uppi alla nóttina gestirnir og spiluðum á spil í hinni þröngu baðstofu. Hríð yfir heiðinni, yfir endalausum jöklinum. Fönnin hvergi grynnri en metri á jafnsléttu. Dagleið í færu veðri til manna, 3 dagleiðir til borgarastéttarinnar, þar sem fólkið hefur 3 herbergja íbúð og eldhús.